Gunnar, þú ert væntanlega lítið búinn að sofa, búinn að vera leikrenna og leikrenna, eða ekki? Já, þetta var kannski erfið nótt og alltaf erfitt eftir tapleiki og það er svona, við erum bara búin að fara yfir þetta og vorum með fundun á hann og við fórum yfir hvað fór úrskeiðis og við þurfum bara að bæta okkur núna. Og hvernig já svona, ertu búinn að skoða eitthvað alls í liðið? Já, við erum búin að fara vel yfir þá og það er svona lið sem er svolítið óútreiknanlegt. Ef þeir fá blóð á tennurnar geta það verið stórhættulegir, en þeir eru líka fljótir að gefast upp ef við mætum á tánum. Og þeir eru svona, kannski typist Afríkuþjóðir rosalega viltir og geta tekið upp á því að spila vörðin út allt maður á mann og þannig að þetta getur orðið mjög svona fróðlegur leikur. Er þetta bara eins og kannski þegar sunnlensku liðin hittast? Já, það er ekki svipað og í sveitinni. Já, svona, já, með því gærdaginn, já, svona tölfræðilega staðreyndir, manstu til þess að eftir svona slæmi leik þegar þú fórst í þjálfara? Nei, ég hef alltaf búinn að vera í þessu frá 2003 og þetta er sennilega slagasti sóknarleikur sem við höfum sennilega bara spilað. Spilum illa út úr þessu og náðum mikið framkvæma sem við ætluðum okkur og svo það sem við kannski gerum flokkalega, þá tók hann í markinu. Þannig að þetta var bara mjög dapurt sóknarlega. Þið náðuð hins vegar að afsanna fyrir handboltabygginguna að vörnin og markvarslan getur verið klár? Já, það var jákvæð við þetta. Vörnin var fín og markvarslan. En svona við varum meira inn í hröðum upplöpum og líka og við höfum svona minni kannski á, við vorum slagið sóknarlega móti Þjóðverjum núna í fyrsta æfingarleikin. Það var kannski svona svipað sem leikur kannski myndi svolítið á þann leik og við þurfum bara að vera fljótur að bregðast við þessu og fljótur að laga þetta og koma okkur aftur í gírinn. Nákvæmlega, veistu það ekki og gangi ykkur vel. Takk.